Það alltaf mikið fjör í fréttum frá Suðurnesjum. Hér kemur skemmtilegur fréttapakki Sjónvarps Víkurhetta. Sumarið komið af fullum krafti á Keflavíkur flugvelli. Til marks umferðina flugvöllin þá eru 170 komur og brottfarir frá flugvellinum þennan sólarhringinn, en þegar mest verður í sumar verða komur og brottfarir í áætlunarflugi 200 talsins. Nú svo komið að flugvélar komast ekki allar upp af flugstöðunni og þarf að þjónusta marga vélar á flugvélastæðum fjær henni. Myndirnar með þessari frétt voru teknar í morguntraffíkinni síðasta sunnudagsmorgun þegar vélar Icelandair voru að koma til landsins á sama tíma og vélar WOW Air héldu út í heim. Og meira flug. WOW Air flaug á þriðjudag sitt fyrsta flug til Los Angeles. Flogið verður 4 sinnum í viku á Airbus A330. Þá flaug WOW Air sitt fyrsta flug til San Francisco á dögunum. Flogið verður 5 sinnum í viku þangað, en 3 nýjar Airbus A330 300 breiðþotur verða notaðar í flug WOW til vesturstrandar Bandaríkjanna og verða þetta stærstu þotur sem flogið hefur verið í áætlunarflugi til og frá Íslandi. Skúli Mogensen, forstjóri WOW, segir sérstaklega stoltur af því að geta boðið Íslendingum sem öðrum upp á flug til San Francisco á hagstæðum kjörum. Hann segist finna mikinn áhuga fyrir þessum nýja áfangastað, enda sólríkur og fallegur staður sem hefur margt spennandi upp á að bjóða. Á vef Víkurhetta sagði Skúli nýju Airbus A330 breiðþoturnar vera sérstaklega glæsilegar og það sé gaman að geta boðið gestum WOW að stíga borð í glænýjar og umhverfisvænar flugvélar og njóta ferðalagsins. Notkun þessara nýju breiðþotna marka ákveðin tímamót í íslenskri flugsögu og það mikill heiður að fá að taka þátt í því, segir Skúli. Þá mun þessi áfengi vera liður í því að festa WOW Air í sessi sem eitt öflugasta lággjalda flugfélagið yfir Atlantshafið. Og aðeins meira flugtengt. Fyrirtækið Chef's Catering verður opnað í haust, gangi áætlanir eiganda eftir. Framkvæmdastjóri félagsins Magnús Ólafsson. Hjá félaginu verða framleiddar máltíðir fyrir bæði farþega á flugáhafnir WOW Air og annarra flugfélaga sem fljúga til Íslands. Einnig mun þar verða framleiddur matur fyrir mötuneyti Airport Associates og önnur fyrirtæki sem til félagsins leita. Eldhúsið verður staðsett í nýbyggingu Airport Associates sem nú verið að reisa á flugvallarsvæðinu. Að Chef's Catering standa Airport Associates, fjárfestingafélagið Titan EHF í eigu Skúla Mogensen og fjárfestingafélagið MK í eigu Magnúsar og viðskiptafélaga hans. EM-æði hefur gripið Suðurnesjamenn eins og aðra landsmenn og risaskjáir spretta upp eins og gorkúlur allt. Það ekki bara á Tjarnargötunni í Keflavík sem boðið upp á Evrópukeppnina í knattspyrnu á risaskjá. Þegar allt stemdi í að risaskjárinn við skrúðgarðinn yrði ekki komin upp í tæka tíð, tók Davíð Örn Óskarsson íbúi við Faxabraut í Keflavík til sinna ráða og kom upp risaskjá í garðinu sínum. Þangað bauð hann svo vinu sínum að horfa á Ísland og Portugal, en leikurinn endaði sem kunnugt með jafntefli 1-1. Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum var mikill metnaður lagður í verkefni. Keilir útskrifaði 163 nemendur við hátíðlega athöfn á Ásbrú föstudaginn 10. júní. Við athöfnina brautskráðust nemendur úr Háskólabrú, Íþróttaakademíu og Flugakademíu auk nemenda í leiðsögunámi í ævintýraferðamennsku á vegum Thomson Rivers University og Keilis. Með útskriftinni hafa 267 nemendur lokið námi frá skólum Keilis á árinu og stefnir í að þeir verði orðnir rúmlega 300 talsins í sumar, þar sem enn á eftir að brautskrá nemendur á verk- og raungreinadeild Háskólabrúar Keilis, auk nemenda í tæknifræði námi Háskóla Íslands og Keilis. Aldrei hafa jafnmargir einstaklingar lokið námi í Keili á einu ári síðan skólinn hóf starfsemi sína árið 2007. Sólseturshátíðin í Garði verður formlega 23. til 27. júní, þó dagskrá hefjist mánudaginn 20. júní í Íþróttamiðstöð Garðs með karlakvöldi í Sundlaug. Síðan rekur hver viðburðurinn annan alla vikuna. Sólseturshátíð var haldin í fyrsta skipti árið 2005 og nú árlegur viðburður í Garði. Sólseturshátíðin fjölskylduhátíð haldin á Garðskaga við góðar aðstæður, fallegt umhverfi með fjölbreyttri dagskrá. Á Garðskaga góð aðstæða fyrir tjaldbúa, tjaldvagna og húsbíla. Snyrting, rennandi vatn og rafmagn til staðar.